Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við ætlum núna að ræða mótmæli. Ég fekk Möggustínu, Margréti Kristínu Blöndal, til að koma hingað. Hún var, ég veit ekki, handtekinn á þingpöllum í síðustu viku. Fyrir að gera hróp að Bjarna Benediktssyni. Ég var sko... Eða varstu handtekinn? Ég var ekki handtekinni. Nei. En ég var leitt út. Þú varst leitt út. Snúið niður og leitt út. Snúið niður, meinar svona... Já, ég veit ekki hálstaki og svo var hérna lögreglumæður. Af því ég nefnilega, þetta var, sko, aðdragandinn að þessu var að ég, sérst bara var komið sundi og hugsaði, ég hef aldrei farið á þingpalla. Hugsaði ég, og orðin þetta gömul. Og ákvað að fara á þingpalla því að ég vissi að, hérna, nýskipaði forsætisráðherra væri að fara að halda hana, fyrstu ræðu sem slíkur og bara mér langaði til þess að athuga hvernig svona hvernig svona var þá birtingamynd spillingunar og þú veist bara svona, einhvern veginn, það var meira svona mannfræðingurinn sem að fór hérna inn og svo bara kem ég inn og hérna er bara forvitin og þingverður tekur á móti mér og ég vissi nefnilega að þingverðir störfuð á þingi störfuð við að halda uppi svona einhverjum ákveðnum aga hérna á þinginu á þingpallum en svo sé ég sko það eru lögreglumenn farnir að starfa hérna á þingi á þingpalli. Já, ég meina það er bara lögreglumenn sem að sko koma bara og hérna... Þetta sumir aðeins séu lögreglumenn, það er til dæmis þeir sem dyraverðir í stjórnarráðinu. Þegar ég var hérna blaðamaður á vettvangi, þá læriði ég einhvern veginn að þeir voru lögreglumenn, þótt þeir væri ekki í lögreglubúning. Já, þeir voru í búning. Og ég held að sumir af bílstjórum hérna ráðherrana séu lögreglumenn líka. Já, af því ég vil taka fram að þingverðirnir voru mjög prúðir og hérna... Og svo bara settist ég og svo gæti ég bara ekki setja á mér sko þegar hérna maðurinn fór að tala um útlendingamál og bara og myndi þá eftir hérna orðumanns hérna þegar árás var gerð á flóttamannabúðir í hérna á Gaza. Og þegar hann hérna hneykslaðist mjög og hérna hálf æpti á blaðamann sagður árás sem verða svona hans eftirmæli náttúrulega, þú veist það sem eftir er og þetta hérna og mér bara datt í huga einhvern veginn að minna ná þessi orð sko, sagður árás og svo bara myndi ég líka á það að Þú sast þarna? Já, ég satt þarna bara nýkominu sundi og svo stendur upp og kallar sagður árás og ég eins og kallaði ekki sem bara sagður árás og það var uppi fótur og fit og hérna og þá kom lögreglumaður númer 8901 og hérna tók mig hálstaki og hérna og þá svona þá lét ég vita því að það væri verið að taka mig hálstaki og það sko merkilegt það sem er merkilegt við svona reynslu er að það er fullt af fullorðnu fólki inn í þessu húsi sem situr og svo hrópar miðaldra kona, það er verið að taka með hálstaki þetta eru engum í huga að hreyfa sig sko. Það er sérkennilegt að því að ég man að þegar hælisleitandinn steig yfir grindverkið að þá hljóp Jón Gunnarsson upp til að hjálpa sko þá var, og hvar var hann? Hann kom ekki að hjálpa þér? Nei Ég held að hann heldur ekki verið að hjálpa hælisleitandanum Nei, það held ég ekki heldur Herðu, en Sigtryggur Ari Jóhannsson er hérna Já, góð daginn fyrir algjöra tilviljun Hann var að skutla þér Já, það var Þið voru að koma að tónleikum á Grund eins og sem heit Elliheimili Grund, ég veit ekki hvað það heiti Elliheimili lengur Nei, ég veit ekki, þetta heitir bara Grund held ég komið rosa blott logo sem er búið að skrúfa fram á húsið aðeinslegt Spila þar sko Þetta er í eigu sömu og ættarinnar og byggði þetta upp Já, Gísli sem byggði þetta upp sem að hann vil nú afskipta af íslensku stjórnmálum hér fyrir næstu 100 árum Já, alveg svoleið einmitt Hann tengdist flokki þjóðleysina Já Hann tengdist flokki þjóðurni sína sagði hann kurteislega
Mér fannst það skemmtilegt að að því að þú ert náttúrulega, ég sé þig ofta á mótmælum og þú myndað mikið mótmæli. Já, ég myndað gríða mikið á mótmælum. Þú ert sérfræðingur hér, en líka ertu bílstjóri Möggustínu. Já, akkurat, og meðleikar og bílstjóri. Og þeir voru að spila lög Megasar fyrir gamla fólki á Grund. Já, svona meðal annars og svona. Já, bara vorlög og sálma og alls konar. Já, af hverju? Það finnst þetta skemmtilegt að þú varst þarna í svona Guantanamo lituðum búning á þingpöllum og tekin hálstaki í einni sinu. Akkurat. Og svo ertu að syngja fyrir gamla fólkið í næstu sinu. Og ég útskýri þetta. Já, útskýri. Við Maggastína höfum í smá tíma ætlað að setjast niður og skrifa dálítið skorinorta grein, blaðagrein eða eitthvað, í einhverju formi til þess að aðeins að skammast í fólki sem lætur sig þjáningar annara ekkert varða og útskýra líka í leiðinni hvað er mikilvægt við sniðgöngu, hvernig hún virkar og ekkert neitt flókin hátt, þetta verður einfalt þannig að sem flestir skilji og við vorum að tala um þetta seint í gærkvöldi eða kvöldmatleiti eða eitthvað svona og einhvern veginn inn í samtali laumast þessi beiðni frá Möggu. En ef þú kemur með mér á morgun og spilar í fyrramálið á Grund, nokkuð lög. Fyrst, var þetta ekki, það finnst svona mjög gott, ef við gerum þetta. Kanntu ekki aldrei mörg lög? Þetta reyna að læða þín. Ég hef nú yfirleitt verið frekar bóngóður svona, ég er að reyna að venja mig aðeins af því bara til þess að vernda sjálf á mig, en ég stóðst ekki þetta, sko. Þetta var líka alveg vel þess virði, sko, myndi ég segja, að fara þarna. Þetta var líka bara með frekar skömmum fyrirvara hvað mér var það, sko, og það var starfsmaður hana á Grund sem að bara hringdi og En er ekki Megas á Grund? Kom hann á tónleikana? Já, hann kom og söng. Það formaði bara eins og engi verið morgundagurinn, sko. Hann fór að vasast bara í lagavalli og allt í góðu. Og kunnir þú lög Megasa sem eru ekki öll einföld? Bara alls ekki. Það eru mikla tónsmjör. Já, það er auðvitað eitt og eitt einfald laga, hann er líka snillingur í popmúsík, sko, eins og við vitum, en þau eru ekkert alls, og lög sem að við í svona fyrstu atriðinu virðast einföld eins og yfirleitt með allan góðan einfaldleika, hann er erfiðari heldur en hitt, sko. Og hann er bara þar, sko. Þetta er alveg genial, sko, hans höfundaverk, algjörlega, sko. En þetta slapp. Þá voru allir glaðir, fólk fór að gráta og alls konar hæðislega. Það er náttúrulega Megasa-kynslóðin er komin á Grund og Megas er komin á Grund. Já. Það er ekki bara harmoníkutónlist. Nei. Ég meina maður ekki kvíða þess að þurfa að fara á elliheimili og þurfa að hlusta á harmoníkutónlist. En svo kynslóðin er náttúrulega löngu farin. Ég býst við að það sé bara... Já, ég meina að svo alltaf þú veist þetta bara er með alla tónlist að hún svona leikur milli kynslóða líka bara öll góð tónlist, eða ekki? Ég meina Bach var tekin hann í restina, ég meina með einhvern smotteris tilþröfum af ljósmyndara. Þetta flott orgel hana, já. Við spiluðum hana tokkuðu í D-mól, það var nú allt í lagi. Herðu, en við erum að tala um mótmæli. Já. Maggastína, nú ert þú svona Engilbjört kona, söngkona með fuglsrödd, sagt. Það að reypa gogg svona á þingpöllum, það er svolítið skref, eða ekki? Nei, það er ekkert skref, sko. Þetta er bara venilegt. Já, því ég er náttúrulega ekkert svona hress, eins og margir, ég meina, ég er bæði hress og óhress. Ég meina, það er bara eins og með alla manneskjur, ég meina, við bara, og ég held að þetta er náttúrulega, sko, það sem þú ert að svona vísa í, sko, að ég sé þarna, þú veist, og það er náttúrulega kannski bara því, þú veist, einhver kannast við mann einhver stað frá, að fólk segir, já, þú er nú svo duglega á mótmælum eða eitthvað svona, og ég, sko, þú veist, ég kann ekki að svara það öðru sér til, heldur en ég get ekki gert þetta. Þú veist, það er bara algjörlega útilokað að það sé hægt að horfa upp á, þú veist, allar þessar lygar, þú veist, og horfa á þetta þjóðarmorð sem að, þú veist, vera með í beinni útsendingu, dag og nótt, bæði stjórnmáli eilda Vesturlanda og sem á allir aðrir, sko. Og gera ekkert, sko, það er mér er bara lífsins ómögulegt að skilja hvernig hægt er að bregðast ekki við.
mér er bara lífsins ómögulegt að skilja það og þannig að í raun og veru er ekki að gera neitt þú veist, ég er ekki Sá sem gerir ekki, það er náttúrulega styður þjóðamorðið Já, ég er á því og það er íslensk stjórnvöld sem gera það Já, og ekki það og nú hefur það snúist þannig að íslensk stjórnvöld hafa sko beinlínis tekið stöðu gegn palestínsku þjóðinni eftir fordamingu á árás kurteislegri árás Íran á Ísrael sem ég vil segja að sé en þess að sko Íran til dæmis sko lét bara, ég veit ekki hvað sko eina símanúmerið sem að Íran sko glemdi að hringi, það var í mig og annars reyndi alveg bara, það voru bara Bandaríkin, Frakkland þú veist, það voru bara fullt af sko þjóðum sem voru látnar vita með góðum fyrirvara að því að Íran teldi sig þurfa að svara árás Ísraelsmanna á sendiráði í Damaskus og og það er raunveruleikinn sko og ef að Íran hefði ekki gert svara því að þá, þú veist, í þessari ömurlega hernaðarpólitík sem að rekin er hérna í heiminum sem að er sko, þú veist, alltaf ógeðslega í grunninn en sko það er einhvers konar þú veist, eins og fáránlegt að segja það þú veist, einhvers konar regluverk inn í regluverk að pólisía inn í svona hernaðarpólitík sko að þú veist þá var það einhverju ljósi sko, þú veist, að þeim fannst nauðsynlegt að gera þetta til þess að lýsa ekki yfir algjörum vanmætti þú veist, að því við búum einhvern inn í þannig heimi að það má aldrei lýsa yfir vanmætti þó það sé nú stærstu sigurinn og þess vegna sko, en sko fréttaflutningur hérna þú veist, þá fáum við bara sér hérna Íran gerir árás á Ísrael finnur sér knúið til að svara þeirra árás það er fréttaflutningur sem fer hér fram punktur. Ekki það að Íran hafi verið að svara árás Ísrael Nei, og ekki það að þeir hafi látið, sko Bandaríkin voru fullkomlega með þetta. Og engar yfirlýsingar eftir árásin á Damaskus að Íran hefur rétt og ber skylda til að verja sig. Nákvæmlega. Eins og sagt var. Að því hér er ekkert í fréttum. Það er, og það er náttúrulega, sko það er auðvitað líka, mótmæli snúa auðvitað líka því að skýra satt og rétt frá, en þess að það er búið á Vesturlundum. Af svona, svona mainstream fjölmiðlum. Að segja satt og rétt frá. Að segja satt og rétt frá. Að vera að pakka hlutum inn, þannig falli að stjórnarstefnu. Já, og ljúga bara og gefa villandi upplýsingar og þú veist, og það er mjög nöðsynlegt að almenningur sé líka meðvitaður um það og hann er það vegna þess að hann þarf ekki orðið þessa mainstream sko fjölmiðla. Þú veist, þú bara sérði símanum hvað er að gerast sko. Og þess vegna er það að ungt fólk út um allan heim er að rísa upp gegn þessum viðbjóði sko, þessu þjóðamorði og stendur með Palestínu. Nú. Já, það var eitt að því að voru sagði fréttir af sínu framíkalli. Já. Og byrta myndir. Já. Svo var Evrópu sambandið að samþykkja 2 dögum seinna held ég, eða 1 degi seinna, breytingar á útlendinga stefnu sinni. Já. Og þar var hópur upp á pöllum og gerði hrópað þingmönnum. Eiginlega nákvæmlega sama tilefni og þú. Já. Þannig að ég er ekki ein, þú mátt alveg getur bóka. Þetta er mjög hversdagslegu viðburður. Já, ekki hversdagslegur, ég held að bara það er náttúrulega sko viðsnúningur núna. Það er rosalegur sko heimsögulegur viðsnúningur og það er varðandi Gaza, en ertu vissum að það sé heimsögulegur viðsnúningur varðandi afstöðu almennings til innflytjenda? Það var það frekar í hináttina. Já. Allavega er það sem að sveigir til kosningar í Evrópu. Það er bara eitthvað sem agiterað er af stjórnvöldum. Það eru stjórnvöld sem stýra því. Þessum aukna fasisma. Ég meina, sér bara hvernig Bjarni Benediktsson fann að tala. Hann bara tala bara eins og sko geðsjúklingur. Þú veist, ég var að hugsa að það er bara ekki nú vel að mig, ég veit ekki hvað þetta er að útvega sér svona einhverja ræður, þú veist, í aðdraganda helfararinnar sko því hvernig þú veist, talað var, hann er bara með nákvæmlega sama rytma, nákvæmlega sama takt. Það er svo að verja þjóðina fyrir einhverju svo innrás. Já, við Íslendingar, þú veist, á svo framvegis, sko. Já, það er stundum svona dálítið sparilega að tala sko að
það þurfi einhvern veginn að spórna við uppgöngu fasisma, en það sennilega orðið of seint, sko, fasismin hér. Þannig að það bara erfitt fyrir fólk stundum að greina það sem það stendur í miðjuna á, sko. Og maður hýfir sér ekkert upp á hárinu, en fasismin hér núna, hans uppgangur búin að vera í kannski 2 áratugi stanslaust, sko, í Evrópu. Finnsmennu og Bandaríkjunum. Meinar það sem verið að takmarka tjáningafrelsi fólk, fundafrelsi, bannað mótmæli í Þýskalandi, Bretandi reyndu það. Háskólaborgarar í Bandaríkjunum verið reknir fyrir að styðja einhver aðra stefnu heldur en nóvemberu. Já, ég meina gyðingaofsóknir eru sko svo rosalegar í Þýskalandi til dæmis, sko, að það bara, þú veist, þeir bara fjúka á embættum eða styðja Palestínu, já. Og þetta, en þetta þykir til dæmis ekki fréttnæmt hjá íslensku fjölmiðlum. Það er svo makalust og ignoransin er þetta besti vinur yfirvaldsins, sko. Þú veist, að fólk bara halda ára, bara fara í vinnuna og eitthvað og, þú veist, og bara finnst það eitthvað svo óþægt að hugsa þetta, það er ógeðslegt, sko, þú veist, en þannig, þú veist, þannig förum við bara til helvítis, sko. Þú veist, það er bara þannig. Við erum alltaf leiðinni þangað samt, sko. Já, ég meina, og þú bara, þú veist, ef það er ekki nú, þá er það aldrei sem fólk þarf að rísa upp, sko. Út af hverju? Af því, sko, ef ég að segja frá innstu hjartansrótum, þú veist, þá einhvern veginn, sko, fyrir páska þá stundur lesið þetta allt í Passíusálmunum, sko, og þeir blöstu við mér, þú veist, bara, þeir eru alltaf nýir, en það var nú sérstaklega núna fannst mér, sko, píslasaga Jesú vera dálítið relevant við daginn í dag, ef við bara og hafi, ég meina, þú veist og ég einhvern veginn hugsaði Hallgrímur er sennilega bara spámaður þú veist, og að Jesús symboliserar Palestínu enda ekki fyrir það, maðurinn var þaðan auðvitað. Það var nú einhver sem voru að benda á að væri svolítið svona gyðinga anduð í Passíusálmunum. Sko að því maður segi að því að það er það spyrja okkur að vera að lesa það er bara ekki, þetta er bara ekki rétt vegna þess að, þú veist, og þetta er einmitt svona sleggjudómar þú veist, alveg svo bara sko, eins og talaður einhvern antisemitisma sem að bara var fundin upp hjá síðanistum eða, ég veit ekki hvað hann var fundin upp, sko að því hann segir orð eins og júðar skilur, en það er auðvitað bara, þú veist þetta er tungutak, skilur, sem að hefur bara þannig að því ég held að það, sko, hann er bara að segja þessa sögu, skilur. Og eða mér fannst að vera, og það sem ég ætla að fara að segja er að fyrir heiminn trú ég eins og bara, þú veist, Jesús dó fyrir syndir mannana. Þú veist, við, og Nelson Mandela sagði þetta líka, þú veist, það við verðum ekki frjáls fyrir en Palestína er líka frjáls, sko. Ég kann ekki alveg fara með það hvernig hann sagði það, sko. En ég trúi því algjörlega, en þess að hún Palestína, Palestína, sko, symboliserar, þú veist, í raun og veru stöðu, bæði andlega stöðu heimsins sem og raunverulega stöðu. Þú veist, sko, ef að við látum það líðast að gera ekkert þegar verið er að fremja þjóðamorði og þessi apartheid, ógæðislega apartheid satista stefna Ísraelsmanna sem búin að vera þar í 75 ár, þá förum við, að því ef að fólk heldur að þeir staldri þar við þessi illi eldur fasismans, skilur við, sem að, þú veist, ég vil bara kalla svo, þú veist, þá er einhver að miskilja eitthvað, sko. Það er, þú veist, þetta er bara grunnurinn að okkar framtíð, allra í heiminum, að okkar hugsun, að okkar framtíð, ef að við getum látið líðast að horfa upp á það sem er að gerast þarna, þú veist, þá erum við ekki lengur fólk, þá erum við eitthvað annað en fólk, sko. Þú veist, þá erum við bara
gorkúlur þú veist, og erum við bara það þú veist, það ekki og þess vegna er alltaf líka til þess að líka láta tilfinningarnar ekki bera svo ofurliði að við erum all með svona tilfinningar við erum all með, þú veist þú veist, hinn vestræni heimur hefur verið, skilurðu, þú veist, kapitalismin hann alltaf eirir engu og þetta er auðvitað allt runnið undan hans rótum og þú veist, við erum farin að það er búið að vera þannig bæling í samfélögum, vestrænum samfélögum að það bara má enginn byrsta sig á þess að maður sé útrópaður sem stjórnlaus þú veist, stjórnlaus frekja eða þú veist, konur eru kallað hysterískar og þú veist, við getum bara tínt saman alls konar svona staðreyndir í gegnum tíðina sem að sýna það að allt miðar að því að bæla líðin heldur bara brennivín í líðin og hann verður þægur, hann gerir ekki byltingu á meðan réttu börnunum snjallsíma þau gerir ekki byltingu á meðan og þetta er, skilur þú veist, það er eðlilegt að vera brjálaður það er núna hafi einhvern að vera eðlilegt að vera brjálaður þá er það núna og þú veist, og það er kraftur í reiðinni en ef ég til dæmis færi bara að grenja þá væri ég bara undir rúmi til þess að enginn sæði mig grenja en þá segi ég fer bara frekar út og öskra og öskra og öskra og þú veist, stundum er eiginlega ekkert annað hægt skilur, og það hefur alltaf líkt og þú veist þegar títt nefndu Bjarni Benediktsson bara tjá sig hann glimmer árásina sem hann varð fyrir og þá Óttarson kom og yfirveður og talaði við eitthvað fréttamann það að þetta fólk ætti nú kannski að læra að tala saman eða eitthvað svo leið en það er ekkert að tala við fólk eins og hann þú veist, hann fer með sama handritið aftur og aftur og aftur það er engin hlustun og það er engin fyrirætlan hlustun. Gæti hann ekki sagt það sama þig? Hann segir þarna eitthvað sína skoðun, sína afstöðu. Já, það breytir ekki þinni afstöðu. Nei, en ég, ef við tölum okkar persónulega samband, þá hef ég reynt að nálgast hann á margan hátt, Þú talaði við henni gegnum Gjallarhorn. Já, ég bæði það, gegnum Gjallarhorn, í gegnum Trumpuslátt, í gegnum bara í gegnum hvað sem er og en ég hef líka bara, ég fór nú að fund Sjálfstæðisflokksins á Suðurnesjum þegar þið voru að byrja hann að hringferðina í kringu landið. Þannig að flautið ef þið viljið lækka skatta var á rútunni þeirra? Já, akkurat. Og þá bara var ég bara í venjulegum fyrirspurnum en ég meina það bara ekki betri árangur, skilur. Spurður hann hvers? Ég var bara að spyrja hann um afstöðu hans gagvart, þá var nú sérstaklega gagvart dvalarleyfis sem að hefði ekki verið sóttir en hann brást þar eins og annar staðar og ég meina, þú veist, það er ekkert, ég er ekki að segja auðvitað hef ég, þú veist, hún er svolítið barnalega þessi trú mín á fólki skilur, eins og þetta langlundageð við Bjarni Benediktsson þú veist, það er náttúrulega bara það er ekki til meira langlundageð heldur en langlundageð íslensku þjóðarinnar við mann sem hefur framið bara Ég andmæli alltaf þegar fólk er að segja þetta því að það kemur fram bara í könnunum, það kemur fram í þessar undirskriftasöfnun að fólk hefur ekkert langlundageð hvað Bjarni Benediktsson hann er 13% landsmanna sem að styðja hann það er minna heldur en að kusu Davíð Oddsson. Ég veit það, þetta er bara svona kaltæðið kjósendur Davíðs Oddssonar í forsetakosningum 2016 sem eitthvað svona ráðandi hóp í samfélaginu. En hvað segir þetta? Það er hópur sem að stjórna samfélaginu. En hvað segir þetta? Þetta segir okkur bara að lýðræðið er bara dautt. Já, að þeir sem að stjórna njóta raunverulega lítill stuðnings með þjóðarinnar. Þeir njóta lítill stuðnings, það er bara það er gapandi gjá á milli þeirra sem stjórna henni í landinu, þeir vita bara ekkert hvað er að frétta, þú veist, þeir vita ekkert hvað er að gerast út í samfélaginu, ekki neitt og ef engan áhuga því og það er líka þannig að, þú veist, ég segi bara, þú veist, ætlum ekki að spyrja okkur að því, þú veist, búum við í lýðræðisríki ef að 70% þjóðarinnar eða 77% þjóðarinnar hefur aldrei neitt málið að segja. Ekki það hverju forsætisráðherra.
Nei, og ekki heldur, ég meina bara... En þessi gjá sem að það er milli afstöðu Sjálfstæðisflokksins og stefnu og vilja þjóðarinnar, það má sjá þetta í öllum könnunum. Það er alveg sama hvað spurt hvort afstöðunum til Palestínu, opinbers heilbrigðiskerfis, kvótakerfisins, stjórnarskrárinnar, það er eiginlega sama hvað spurt Það ef þú greinir það eftir, það er mikil meiri hluti þjóðarinnar á sama máli, en ef þú greinir svo andstöðuna, þá kemur í ljós að hún er fyrst og fremst Sjálfstæðisflokkurinn. Það er ekki svo mikil munur á landsbyggð og höfuðborg eða milli kalla og kvenna, milli gamalla og ungra. Munurinn er á milli sjálfstæðismanna og þjóðarinnar. Og þetta sést í öllum konum. Hins vegar þeir eru kosninga, síðast fenguðu eitthvað 24% atkvæða og Bjarni nú alltaf að stæra sig að því að vera með flest atkvæði allra á bakvið sér, 17.000 atkvæði sem að kusu Sjálfstæðisflokkinn í Kraganum í Suðvesturkjördæmi. En það er náttúrulega hluta til ástæðan að það er búið að kljúga Reykjavík og þetta er bara, það vill svo til að þetta er fjölmennasta kjördæmið sem að vill svo til að eru byggðirnar í kringu Reykjavík sem að upphaflega margar voru byggðar af fólki sem var að flýja skatta í Reykjavík, í skattaskjóli í Garðabænum eða Seltjarnarnesi eða eitthvað. Þannig að þau fá 24% atkvæða og það dugar þeim til þess að vera stærsti flokkurinn á þingi sem að veldur því að ef að þú vilt ekki hafa 5 eða 6 flokka í ríkisstjórn, að það verður að hafa Sjálfstæðisflokki með. Það er það sem að Samfylkingin mun örugglega kjósa eftir næstu kosningar ef að kannanir fara eins og spáðir, að þá mun þau líklega kjósa það að vera frekar í tveggja-flokkastjórn eða þriggja-flokkastjórn með Sjálfstæðisflokknum. Þetta verða 5 eða 6 flokkastjórn. Þetta er ná völdum að því leyti og þetta eru leikreglurnar. Og þessi að ég meina flest eitthvað sem mig og ég er forsætisráðherra og ég er með stærsta flokkinn og ég er með ríkisstjórnarflokka og ég gerði samning við VG og Framsókn og þau styðja okkur og þetta er allt samkvæmt reglum lýðræðisins sem ég er hér. En þú segir lýðræðið er dautt vegna þess að stjórnvöld er að reka stefnu eiginlega í öllum málum sem er þvert á vilja almennings. Já. Þú segir þetta er bara vel orðað. En hann segir lýðræðið lifir, annars ég er á toppnum út af leikreglum lýðræðisins. Í hvern leikreglum leggja? En hver getur verið viðbröðin við þessu? Þú, veist, ég vil bara ég meina hvað einu sinni var það þannig í Svíþjóð að þá voru Svíþjóðademókratar sem ræddu sinna í næsta flokkum voru að rísa upp og þá sögðu allir flokkar okkur er alveg sama þótt að þessi flokkur hafi 15% fylgi eða 20% fylgi við ætlum ekki að skipta við þetta því að þetta er stefna sem gengur algjörlega þvert á vilja meginþarfa almennings og við munum aldrei mynda stjórn með þessu flokki. Það er eitthvað prinsip, er þetta að tala um það? Síðan fóru þeir upp í 20% og þá fóru allir hinnir svolítið hræddir og byrjuðu að taka svolítið upp stefnu þessa flokks. Nú er það þannig að þetta er flokkurinn sem að raunverulega þótt að sé ekki í stjórninni, hann stýrir ríkisstjórninni í Svíþjóð. Þannig að það er eiginlega allt á sömbókinu lært að því ég held að það er einhvern veginn og þetta er þetta bara að segja svona söguna því þetta er að vera svona litli flokkar sem að komið með svona öfgahægri stefnu eða svona nasista og svo vinnaði sig einmitt svona upp einhvern veginn en það er náttúrulega stærsti flokkur sem tók fasistaskrefið hérna. Það hefur gerst annars staðar það hefur gerst annars staðar að aðri flokkar taka upp það er bara stefnu þessara flokka bara sósíaldemókratar í Danmörku og íhaldsflokkurinn í Bretlandi tekur upp stefnu Brexit sinnana Akkurat og við getum farið víðar Evrópu og fundið dæmi þess Það er mikið þessum dæmum það er alltaf svona kannski tvenntarna sem að við erum komin inn á sem að kannski heyrir ekki beint undir umræðum mótmæli en náttúrulega ef að við vildum hafa þetta kerfi okkar eitthvað aðeins réttlátara þá værum við náttúrulega búin að breyta stjórnarskránni í einhverja þá veru að atkvæða vægi á landinu væri jafnara, jafnt væri kannski best en á meðan ráðandi öfl sitja í skjóli núverandi kerfis þá er nú kannski ekkert sérstakar líkur á að það fáist í gegn
Nú er þetta kerfi vill ekki breyta nú. Nei, alls ekki. Það er í bara... Dómstóttir var nú að benda Íslendingu bara á það í gær að það er ekki sniðugt að kjörið alþingi dæmum eigið kjörgengi. Nei, akkurat. Það einmitt sko. Og svo er náttúrulega hitt að Bjarni er náttúrulega orðinn forsætisráðherra í kapli sem er bara frekar undarlegur fyrir nútímann sko. Og svona eitthvað ríki sem að kennir sig við lýðræðið og þá sérstaklega, sko, þessi kapall Katrínar eða er þetta kapall hennar, ég veit það ekki, það sést undir iljarnar á henni allt í hennu. Hún hættir. Já. Var það kannski að hans fyrirskipan? Ég kastaði svona fram, nei. Við getum gefið okkur það eða ekki, en það breytir ekki því að sko, að það er eitthvað, minnstu, við kallaðum það bara forvinnilegt, ef ekki eitthvað annað, að hvað þetta gekk smurt fyrir sig, sko. Að því að sko Gagnvart þá VG eða Framsóknarflokknum? Já, Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og VG, það voru allt í einu allir tilbúnir að gerast bara handlangarar fyrir þennan málstað, sko. Já. Það var ekkert mál. Líklega með þessum sömu rökum og ég var að segja að væri rök Bjarna. Já. Að ég menna, Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkur á þingi. Já. Hann er með flesta þingmenn í ríkisstjórninni. Akkurat. Og það er eðlilegt að formaður hans sitji sem forsætisráðherra. Já. Sérstaklega kannski ljósi þess að hann er sá þingmaður sem hefur flest atkvæði á bak við sig. Akkurat. Og þetta er lýðræði, segja þau. En þið segið, þetta er gegn vilja þjóðarinnar í lýðræðisríki á að stjórna í takti við vilja lýðsins. Já, það lítið þannig út ef maður skoðaður undirskriftasafnanir eða skoðanakannanir eða hvað er það. Ég ekki sé nýjastu tölur, er það komin í 50.000 eða? Nei, ég held að sé nú svona gusið, þetta er svona gusan er komin sko og núna en hins vegar er þetta alltaf að það er alltaf nokkrir að skrifa sko. Já, og ég minna á þetta er náttúrulega bara, þú veist, eins og bara... Þetta er 41.515. Já. Já, sem eru komin. Já. Þetta fer að síga í toppið sín núna sko. Já, þetta er orðin, ég held ég þessi 15. stærsta undirskriftasöfnun sem hefur verið á lýðveldistímanum. Já, þetta er bara það magna fólki sem þarf til þess að einhver verði forseti núna í næstu kosningum. Ef að verða svona 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20 frambjóðendur, sko. Já. Þá þarf kannski ekki nema þetta magna fólki. Sjálfstæðisflokkur hefur 48.000 atkvæði í síðustu kosningum. Það er möguleik að þetta fari yfir. Það eru, mér skilst að ég loka söfnuninni 23. Það er eftir 6 daga. Já. Þannig að kannski er vilji hjá þeim sem að standa þessu að reyna að ná yfir fjöldan sem að kausa Sjálfstæðisflokkinn í síðustu kosningum. Já, kannski. Það er náttúrulega miklu færri sem að vilja kjósa núna í dag, ég held að sé 25% af kjósundum hans farnir. Já. Þess að gefa sér ekki upp í skoðanakonunum að vilja stiða þennan flokk. En svo er einmitt alltaf þetta fólk sem hendir sér á, sko, þú veist, þeir sem er ekki trútt sínum einhverjum einum flokki. Já. Ekki, þú veist, og einmitt og ég held að þú veist, ég náttúrulega hefur þannig álita, sko, ég er nú Valhöll mun kjósa Katrínu, það er búið að gefa út orður það, sko. En við tökum þetta áfram, að við erum með lýðræðislega valdaríkistjórn í þingræðisríki, þingið ákveður af þetta svona, og ef þið viljið breyta þessu þá verður bara kjósast við þings og setja það sem að Bjarni og félaga segja. Hins vegar vita allir að lýðræðisríki er miklu meira það. Það er alls konar elementi í lýðræðisríki sem að þurfa að vera virk til þess að það virki vel. Við erum að hafa öfluga verkræðisreifingu, við erum að hafa öfluga andstöðu í samfélaginu, ekki bara stjórnarandstöðun á þingi. Við þurfum að hafa öflugt fræðasamfélag sem að veitir stjórnvöldum gott, stundum að hafa góða kirkju og trúfélög sem að geta verið með svona andlega leiðbeiningu. Við þurfum að öfluga fjölmiðla þar sem að öll sjónarmið koma fram og eru vettfangi fyrir öfluga umræðu. Við þurfum að fá upplýsingar öll mál þannig að þannig er við, þegar heyrið mig tala, þá eru að koma fram veikleikarnir í íslensku samfélagi. Þetta er ekki alveg að virka svona hjá okkur. Nei, það gerir það ekki. Nei. En þráttur að þetta myndi allt saman virka, þá vitum við að til dæmis mótmæli og svona almenningsálitið hefur áhrif á stjórnmál. Það eru Boris Johnson sagði af sér af því að almenningu vildi ekki hafa hann. Nixon sagði af sér af því að almenningu vildi ekki hafa hann. Sigmundur sagði af sér af því að almenningu vildi ekki hafa hann. Já. Og það er bara, almenningur hefur raunverulega áhrif á stöðu stjórnmálana. Annars það er hann hér, sko. Nei, Sigmundur Davíð, það er fyrsta lagi að fá ríkisstjórn
Gessa Haarde fór frá út af mótmælum almennings. Ríkisstjórn Sigmundar sagði af sér út af mótmælum almennings. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar sagði listist upp út af mótmælum almennings. Það var ekki að því að var einhver örfátt fólk inn í Bjartri framtíð sem ákvaða þetta okkur fundi. Þau voru að svara gríðalegri reiði öldu í samfélaginu. Það hafa nokkru dómsmálaráðurar sagt af sér út af reiði almennings. Hanna Birna, Sigríður Andersen. Bjarni Benediktsson sagði af sér sem fjármálaráðherra, meðal annars út af svona reiði bylgju almennings sem leiddi til þess að Ríkisendurskoðun, umboðsmaður Alþingis og fleiri gáfu skýrslur um þetta fjármálaeftirlitið. Ef almenningur ekki risi upp á þessum tíma, þá hefði þessar stofnanir líklega ekki farið þá leið sem við fórum. Nei, það er bara... Þannig að íslenskur almenningur í samhengi við annan almenning stendur sér bara vel. Skipti máli. Það er eiginlega kannski þetta lærdómurinn, fyrir mig persónulega, þessa dagana, því að ég er náttúrulega búin að starfa við það árum saman að fylgjast með mótmælum og taka myndir af þeim og fara inn og kynnast fólkinu sem er þar og heyra sjónarmiðin og alls, svo stundum finnst mér því þurfa að mótmæla sjálfur, þá bara ger ég það. Það sem að mér finnst einhvern veginn með það sem er að gerast núna fyrir botni Miðjarðarhafs, það snertir mig þannig að allt skiptir máli. Ef ég get lítið gert, þá ger ég það. Og ég get ekkert endilega því svona dómbar það, hvort að það sem ég get lagt að mörkum í dag er lítið eða stórt. Það gerir ekkert, er ekki valkostur. Það getur bara komið á daginn að það er bara mjög stórt, þetta litla sem ég gerði var mjög stórt og þess vegna eru þessi mótmæli sem að Magastína situr hérna og svarar fyrir sjálfa sig núna þau skipta máli. Að standa með gjallarhornið þó að það séu 10 manns á torkinu, það skiptir máli. Af því að ég veit ekki, ég er á einhverjum þeim staði í lífinu að ég þarf aðeins að spá í hvert peningandi mín fara og ég tók mig til í febrúar eða mars einhvern tímann og tók þessa peninga sem að ég átti og notaði þá í málstað Palestínufólksins og Gaza og lagði vinnu í þetta og eitthvað og svona, ég veist að með mér það er bara allt í lagi sko, þegar ég get orðið blankur og rakist á milli lánastofnana í apríl og mæ en þjáningar mínar þær eru algjörlega að skipta engu máli í samanburði við það sem ég get komið til leiðar með þessu litla sem ég hafði sko. Það var einhvern veginn þannig sem að þetta lítur út sko. Og þetta er eitthvað svona sem að sko, þetta flokkast sko undir það sem kallað er á hátíðlegu máli mennsku, þú veist það er að finna til einhverja ábyrgðar gagvart líða náungans þú veist og það er sko þú veist það er bara það er svona bottom line, sko, þú veist, það er bara, þú veist, við erum, sko, þú veist. Þetta er spurningin hvernig bregstu við manninum sem var barinn og rændur og liggur við vegakantinn og ég hugsa. Því að þú nefndi Jesúaðan, hann sé sögu að þessu. Já. Það voru margir sem löpuðu fram hjá. Já. En svo var eitt sem að stoppaði. sko. Og hann bjargaði mennskunni. Og þú, sko, þú varst að vísa þannig í þessi mótmæli. Ef hann hefði ekki stoppað, þá hefði mennskan dáið þannig við vegkantinn. Já, og ég er ansið hrættum við séum og daldi svona svipuðum slóðum hérna núna, sko, því þetta er spurningum, sko, hvað er það sem við viljum? Hvað er það? Viljum við að einhver staldri við? Eða viljum við það ekki? Ef við viljum það ekki, þá er bara búið, sko. Skilur við. Og þetta er, þú veist, ef við færum þetta svona, þú veist, einhvern annan búning að tala um að þingpalla, að þú veist, og þetta hafa ekki verið neitt persónulegt og mikil afar væntum mína samferðamenn, alla saman hvort sem heita Bjarni eða Birgir eða hvað er heita, sko. Og myndi gefa jafnmarga pönnukökur eða kemur heimsókn til mín, sko. En þú veist, forseti Alþingis sko, þú veist, þetta er bara svona symbolíst og þetta er ekkert persónulegt þannig að forseti Alþingis er gamall bekkjabróðir minn, sko, hann er sérst, bara við vorum saman í barnaskóla, fylgdist mjög að og bara okkur var vel til vina og þú veist og þetta var bara svolítið svona, þú veist, að því maður kann að hlæja alveg, þú veist, að það var svolítið svona fyndið
ég kem hann inn á Þingvalla og svo bara nikka ég þetta til Birgis að því að hann bara gamall kunningi og og þú veist, tengist mér þannig bara svo í Reykjavík, skilur, ég meni við erum, þú veist, við erum bara 3 og 4 hérna. Þegar maður komin á okkar aldur og þá þekkir maður orðið alla. Já, þannig að jú, nikkaði bara og svo þegar ég fram í kallinu og þá hann mjög snöggur að því hann alltaf kannski gæti ímynda sér að, þú veist, ég myndi kannski gera eitthvað, sko. Þú verður ekki hann í góðum tilgangi. Já, ég væri bara, ég held að ég held að hann líti ekki þannig á það, ég held að, þú veist, hann svo mikið prúðmenni sko svona inn í sér held ég sko og hann þetta bara með hann að fóringjan hann þetta bara fyrir fram að sig en hvað að þegar þú veist, þá voru ég myndi að hugsa þetta bara út að þetta með vegkantinn sko þú veist í hvaða heimi myndi ég sitja kjör ef einhver tækjan Birgi hálstæki þú veist, í hvaða heimi? Ég myndi bara stökka á viðkomandi og segja bara, heyrðu, þú tekur nú að Birgi ekki hálstæki, skilur þetta En lögreglan sem tók því hálstæki, hún hefur leyfi til þess að beita borgarana ofbeldi. Það er rosalega sérstakt leyfi, það er leikreglurnar í okkar samfélagi. En við látum lögguna, við erum ekki með her. Ég samþykki það nú ekki og það bara, þú veist, það mun ekki rann upp sádagur að ég samþykki það. Það er þannig að löggan hefur leyfi til þess að beita ofbeldi. Nei, hún ekki, til þess að beita ofbeldi. Já, þú veist, hún má handtaka þig. Ég má það ekki, sko. Ég má ekki taka hendunar á þér og handjána þig, en löggan má það. Já, einmitt, akkurat. Þetta kannski bara segja sínu sög og tala fyrir allan þáttinn sko. Herðu, en að því að við vorum að tala um hérna gjána og þú veist að það er ólík sjónarmið þessu. Þið hérna sjá þessa gjá. Bjarni sér ekki þessa gjá. Nei. Af því hann telur sér bara að hafa rétt á að fara með ykkar vilja. Já. Bara í 4 ár. Kjörtum við 4 ár og hann var að segja þetta bara í gær held ég. Að það bara hann skildi hann var að setja á sunnudaginn held ég. Það bara skildi ekki því fólki sem var að gefa frá sér völd áður en að kjörtímabilið. Við okkur var falin þessi völd í 4 ár og akkurat við að gefa þeim frá okkur. Ég meina, við förum bara með þau. Og hann lítur á að lýðræði snúist það. Að það er kosið, svo möndlar þingið einhvern veginn, býr til einhverja ríkisstjórn, kemur einhver meirihluti og meirihlutinn stjórnar Íslandi og skiptir ekkert máli þótt að fólk vilja eitthvað annað. Nei, það bara skiptir ekkert máli. Þið kusuðu þetta. Já, það skiptir ekki máli. Og svo mætum við í kosningar og björgum okkur einhvern veginn í gegnum þær og vonandi komumst við aftur til valda og höldum því áfram. En þannig hann sér ekki gjána. En þið sjáu þess að gjá. Og það sem að mér fannst yfirlega það sem að gasa svolítið afhjúpar á merkilegan hátt af því að þeirra eru birta myndir af þér að rópa hann á þingpöllum eða einhver kastar glimmeri yfir og þið kannist við hvað var verið einhver kastar snjóbolta í bílinn hennar Dilja og Mistar og það var rætt það í Kastljósi og það var rætt heilan Kastljósþátt og silfurþátt og bara þú veist það grétu allir í kór glimmeri var hálfur þáttu líka og rætt þetta sem er svo að það sé einhver öfl í samfélaginu sem að grafa undan alls þeirra reglu og steypa samfélaginu. En það sem er skrítið og ég hugsa þetta þegar ég verið í göngu niður Laugaveginn eða niður Skólavörðustíginn í Palestínu og þá hef ég verið að hugsa hér löpum við og erum eiginlega samstíga alþjóða dómstólnum að öllu líkjendum er verið að fremja þjóðarmorð á Gaza og það verður að stoppa stríðið og það verður að koma fólkinu til bjargar. Akkurat. Það er verið að láta okkur sem erum þarna og þig á þingpöllunum líti út eins og þú sett að grafa undan einhverju sem er þó raunverulega er þetta sko borgarlegast að ganga sem hægt er að ganga að vera þarna því hún er eiginlega að verja svona stofnanir, alþjóðlega stofnanir sem er að reyna að komast að einhverju niðurstöðu. Hvað er þarna í gangi? Það er nú ein stofnun hér sem að hefur lagt mat á þetta og er ríkislögreglustjóri sem er með einhverja greiningadeild sem að til rókstanda þessu fólki. Já, hann er búin að finna það út að mesta mögulega hryðjuverk hér á þessu landi stafi af fólki sem að hafi einbeittar stjórnmálaskoðanir og tilfinningalegar sko einhvern veginn. Þannig að það og er að segja þú veist í þessu felst einhver svona dálítið kaldranleg samlíking við Breivik eða eitthvað svona að þú veist að allir sem að brenna fyrir málstað séu einhverjir hættulegir sturlaðir
sturluð fól sko, allir sem eru að breyta samfélaginu. Já. En ég held að sjáum ekki flestir í gegnum svona ef þetta stofnun í samfélaginu sem að kannski hamrar á þessu. Ríkislögreglustjóri er kannski ekki mjög trúverðug stofnun. Það væri nú kannski skárri ef hún væri það. Það væri æðislegt ef að ríkislögreglustjóra embættið væri trúverðug stofnun. Það væri svo gaman. En það sem ég er að benda á er að fólki út á götunni, að það er að krefjast þess að Ísland farið alþjóðlega lögum. Beygir sig undir rannsókn og niðurstöðu alþjóðadómstólsins. En það fólk sem að vill það er út á götu. Akkurat. Það er upp á pöllum og alþingi að hrópa. Hvar er þá hitt fólki sem að stýri landinu ef að það lítur á fólki sem er að krefjast þess að sé farið að... Ég skal segja hvað það er. Hvað er það? Pistú. Það er upptekið við að pissa utan í NATO. Það er það sem það er upptekið við að gera. Og það er alveg rosalega mikið að gera við það. Það er það líka og þetta kemur í nokkrum leirum. Neðsti leirin sem er sennilega alvarlegastur heitir kynþáttafordómar, rasismi, grunnurinn þess. Og það er svo hlaðið kapitalisma, það sem að markaðskerfi og þetta er bara, þetta er svo löng saga sko, með alla nýlendustefnu. Alveg hvernig komum við fram með Afríku en þann dag í dag. Ég var að vinna í Nígeríu einn vetur fyrir mörgum árum og þar var fólki að tala við með þau kölluðu þetta New Colonization, þau kölluðu þetta nýju nýlenduvæðingu og það er bara þannig að löndin eða ríkisstjórnar fóru með sínar krumlur út úr Afríku og skildu bara businessin eftir. Og það er bara businessin sem að operator þetta og þetta er bara það út af þessu sittum við upp meðal annars eitthvað sem er alveg hægt að kalla rasismi og er örugglega rasismi og leifir kapitalískum öflum viðskiptahagsmunum, við kalla viðskiptahagsmunum, það er miklu sætar að segja það að umgangast fólk af öðrum kynþætti öðruvísi til og með jafnvel eins og ekki séu þau fólk. Þar verðum við að sko setja niður fótinn. Þar verðum við að segja stopp og nú það er komið að stoppinu sko. Nú bara, þetta er ekki þú veist, okkur er ekki stætt á því sem manneskjum að akseptera þetta. Þú veist, er það umburðarlyndi? Nei, það er ekki umburðarlyndi. Það er bara einhver ég veit ekki hvað það er, hundsáttur eða. En nú rasismi raunverulegt fyrirbrigði og er bara ríkt í samfélaginu, ég myndi nú kannski, ég veit ekki hvort ég myndi segja ríkjandi, stundum finnst maður að vera ríkjandi í stjórnarstefnunni, en ég veit ekki alveg hvort það sé ríkjandi með meginþorra almennings. En það er vitað að margir eru haldnir rasískum skoðunum, bæði hér og í Evrópu og það sem vorum að tala áðan svona sveiflu í kosningunum að stundum ætti ætla það að sko meiri hluti þjóðarinnar væri sko að heimta þessa nýju stefnu en ég held að svo sé ekki ef maður skoða kannanir þá gerist þetta oft þannig að það er hluti kjósenda sem að sveiflast út frá þessum hugmyndum þannig að ef það er eitthvað svona svíþjóðademókratar eða frelsisflokkurinn leggur svona áherslu á það þá færast til kannski stundum 10-15% stig á milli og þá verða hinir flokkarnir nervisir og reyna að ná þessu aftur til sín og allt í einu eru þessi mál orðin aðalmálin í kosningum og þau eru alltaf mjög loðin að við viljum bara herða stefnuna segja þær og það er aldrei hægt að finna svona röki fyrir því byttu lagast íslenskir innviðir á því ef við frestum fjölskyldusameiningum hjá þeim sem að hinga koma og leita að hæli. Það er það ekki bara 15 manns eða byttu var það ekki þannig í fyrra og hvaða hefur það eitthvað raunverulega áhrif en það er látið eins og það sé og þetta er svolítið, getur verið hættulegt ég nefni þetta vegna þess að við sjáum þetta í Danmörku að fyrir kannski 15 árum að þá þýtti hörð innflytjendastefna ákveðið en síðan hún er alltaf harnað en hún getur aldrei skilað árangri. Nei, af því hún og það er ekki markmið. Það er vita fyrirfram. Það er ekki markmið hennar. Það er bara að þetta er eins og reiði, þetta er eins og reiði óp, við verðum að herða stefnuna. Þetta hefur ekki þóttum sé hert, þá breytist eiginlega fátt í að loforðið var það að ef að breytingi verður þá mun eitthvað batna, en það gerist aldrei. Það er ekki hugmyndin með þessu. Það er ekki hugmyndin. Nei, hugmyndin er ekkit, og það er þetta er náttúrulega... En við erum lengt í þessu. Já, við erum bara alveg miðjun á þessu
og það ekkert, sko, mann finnst það svo galið að vera að tala innviði í þessu samhengi bara yfir höfuð, það er alveg sturlað, sko, en ok, látum það mín skoðun, látum það vera. Þú veist, ef þið prófið að panta ykkur tíma hjá lækni í Reykjavík, þegar þið fáið megin kannski hringja aftur eftir mánuð og sjá hvort að þið komist í gegn þá eða eitthvað, þetta er svona kannski 2 mánaða prósess, koma aftur á heimilislækni. Þetta er ekkert að gera með hvað koma margir Úkraínumenn til Íslands eða Palestínumenn til Íslands, þetta er ekki nákvæmlega ekki neitt. Þetta er bara svona innviðir sem að einhver hefur einhvern veginn eyðilagt í einhverjum tilgangi og kemur málun ekki við, ekki innflytjendum, aldrei. En það bara líka, þú veist, svona tölulega stænsta ekkert, sko, bara... Ekki hólunar í vegunum eða hvort það verður hér þjóðarópera eða ekki. Ekkert af þessu kemur. Ég er bara meira... Það eru innflytjendur sem halda gangandi heilbrigðis- og menntakerfinu. Já, malbika kannski götuna og að því marki sem það er funksjónert, þá held ég að sé ferðaþjónustunni og sjávarútveginum. Akkurat. Fiskeldinu og fleira. Já. Þannig að þetta er ljótur leikur, myndi ég segja. En við erum komin inn í það, nú er þetta íslensk stjórnmál, og það er kannski að því við vorum að labba yfir hvað lýðræði er, það er eitt að kjósa, en við þurfum að hafa öfluga fjölmiðla, við þurfum að hafa öflugt háskólasamfélag, við þurfum að hafa bara kirkju og fleiri svona öflug með rödd, við þurfum að hafa sterka verkefnisreiningu, við þurfum að hafa öflug almannasamtök til þess að lýðræðið okkar virki. Já, en það er ekkert að þessu er sérlega sterkt hjá okkur. Nei, og sko, þessi dómínueffekt sko frá stjórnvöldum og yfir í stofnanir og þú veist, einmitt öll þessi yfir í hrópandan á yfir í hrópandan, já, einmitt sem er hann ekki neðstur? Það er stjórnmál götunar, þar sem almenningur hefur ekki aðgang að neinu formlegum völdum, kannski búin að gefast upp á verkalýðsfélaginu sínu, það er kannski í leigjendasamtökunum, með leigjendasamtökunum fjárvana og fjársvelt og það er bara næringum árangri þar. Það hefur enga leið, það er búið að kjósa, ég treysti þessum og hann sveik og ég treysti þessum og hann sveik og bara hefur enga trú á þessu. Að endanum þá er það stjórnmál götunar sem eru eftir. Tjá sig í mótmælum. Og þá er það teknað upp sem eitthvað svona jaðarstjórnmál eða hvað? Ég ekki bara það, ég bara terroristar. Hamas herfíblið, bara mætt aftur. En það passar ekki við svona hugmyndina hvað heitir það, frjálsa, opna vestræna lýðræðisríki. Inn í þeirri hugmynd eru gangan til Washington hjá Martin Luther King. Já. Eru mót atomkraft, eru fríðarhreyfingarnar á 9. áratugnum, eru mótmælagöngur og verkföll verkefnishreyfingarinnar. Já, og ég meina, og þú fór ekki endalaust talið upp dæmi einmitt sem að, sko, þú veist, gera lýðræðið einhvern veginn að verkum, en sko, þetta er allt með skipulegum hætti reynt að bæla niður, sko. Og og kannski, þú veist, á það sem að kannski maður hugsa, ef maður er að hugsa bara Ísland og mótmæli eitthvað svoleiðis, þá stundum, þú veist, ég hef hitt fólk sem kannski segir eitthvað svona, já, bara þakka þér rosalega vel fyrir að taka þetta, þú veist. Og þá, þú veist, þá hugsa ég og yfirleitt svara, þú veist, já, við skulum hittast næst saman, skilur. Af því, þú veist, þetta að horfa á næsta mann, þú veist, fara á mótmæla og jafnvel bara standa með því, þú veist, finnast það gott mál. Núna er það ekki nóg. Það er ekki nóg. Þetta verður þú að vera á vellinum líka. Já, ég segi í einhverju formi, ég er ekki að tala um að þú veist að þau eru marsera, við þurfum öll að marsera, en eins og þú segir, skilur, að þú veist, skrifa greinar, þú veist, deila einhverju, þú veist, það er alltaf inn á tölvunni, þú veist, að deila einhverju, þú veist, taka þátt, þú veist, ekki láta þetta yfir sig ganga, ekki láta þetta yfir sig ganga, en þess að þá er raunverulega hætt á ferðum og við höfum aldrei verið nær því að vera á ögurstund, held ég, sko, heldur en svona sem heimsbyggð, skilur, heldur en núna. En ein leið til þess að bæla niður mótmælu og andof, það er að vera að segja, já, Magastín, ég þetta hefur margt til þín smálsvarandi stöðu Palestínu fólks, en þetta var nú kannski ekki rétta tilefnið og ekki rétti staðurinn og
það er kannski ekki alveg rétt það sem að þú sagðir og þar svolítið gotan, þú kannast við það. Já, algjörlega. Þú hittir aldrei á sko rétta augnablikið. Nei. Rétta manneskjuna, þess að segja það. Já, ef þú ekki rétta manneskjan til þess að gera það. Þú, hrópin er ekki alveg rétta orðalagið. Þetta er ekki alveg viðeigandi staður. Og þið kannast við þetta. Algjörlega, sko. En það er náttúrulega kannski eitthvað svona sem að, þú veist, það er mér ekki ókunnult að vera ekki viðeigandi, sko. Þetta er samt, sko, ég veit ekki, í þessum fasa hérna, því að ég hef tekið að mér að vera að rella svolítið út á þessum málum líka, var við það að stundum er því mótmælt hvernig er mótmælt. Það kemur einhver hópur fólk sem hefur skoðun á því hvernig þetta er gert og eitthvað svona, og ég held, það er náttúrulega bara verið að eyða orku þá, sko. Ef fólk fyrir að mótmælum það því maður verður að passa sig, bara láta ekki glepjast að fara að mótmæla því hvernig mótmælum eru mótmælt. Það er algjörlega að sleppa því, sko. Það er stundum var einhvern tíma núna bara fyrir stuttu síðan voru mjög stór mótmæli í Þýskalandi gegn mótmælum nýnasta. Já, akkurat, sko. Eða alltaf nöndu fót Deutschland. Ég held að maður megi bara lengi vara sig á þessu, sko. Þetta er svona einhvern veginn, þá hefur þetta allt einhvern veginn mist tilgangsinn, sko. Eða ekki, sko. Þú veist, ég hugsa líka, þú veist, bara til dæmis þú veist mér finnst, þú veist, að það er einhver líka, það er einhver heiðarleiki samt, sko, í gangi, þú veist, þegar kemur svona mótmælaalda og einhver sem mótmælir mótmælaöldunni, þú veist, þá er einhver heiðarleiki sem á sér stað, sko. Mér finnst þetta gott dæmi um þetta þú veist, að því það er sem sagt listamaður sem að er á leiðinni til landsins sem að, þú veist, er bara eitthvað svona tónlistarmaður sem hafði hvað mest mótandi áhrif á mig til dæmis bara í gegnum mín unglingsár, sko. Og ég leit bara á eins og bara, sko, fyrst bara sem bróður minn og síðan bara sem, sko, hálfgerðan eiginmann, skilur, í sálinni. Nick Cave. Og hann er á leiðin til landsins og það er sem sagt í takti við þetta BDS og þessa sniðgöngu aðferð sem er aðferð sem virkar, þú veist, og hefur virkað og er svo aðferð sem að Palestínumenn sem eiga enga biðja að sé beitt. Að og þá kemur svona umræða og ég ger alltaf svona á netinu og ég fyrir að agitera fyrir því að þú veist, ég með eitthvað svona skítkast náttúrulega bara á minn mann að því ég þykist ekki hann betur en hann sjálfur þú veist, og segir bara, láttu ekki sjá því þennan maður og ég vil ekki fá þennan mann hérna og það bara rís allt upp á afturlappunar. Og þetta er að því að hann hefur sem sé það er einmitt, það er vegna þess að sko. Einmitt það er vegna þess að hann sem sagt hefur svona einhvern veginn gefið það út með einhverjum hætti, þó ekki skýrum. Hann er sérst spilað eða ekki í Ísrael þrátt fyrir að hafa verið beðin að gera það ekki út af því af augljósum ástæðum eða ekki, hann þarf ekki að skýra það út. Hann sem sagt var með svona einhvers konar svona dálítið hrokafullan derring við sem sagt tónlistabræði sína, ég held að veri Brian Eno og Roger Waters sem voru að biðja að ekki fara þangað og eitthvað svo leys og hann sagðist sagði að hann líti ekki trufla listrænt frelsi sitt eitthvað svona ég meina hann bara hefur sín sko en hann segir samt ekkert konkrétt og það er eiginlega punkturinn sko hann er svona með eitthvað svona að mér finnst aldrei vingulshátt sko svona en allir sjá hvar hann stendur en hann vil samt ekki gefa það út sko og þá finnst mér aldrei fallegt sko þegar einhver segir það er öllum andskotan sama hvað þér finnst þetta Hamas herfíblið við mig sko ég stend með Ísrael 100% og ég segi þú veist, og þá svara ég á móti sko, bara til hamingju með það og þú berst bara fyrir þínum málstað þú veist, þú ert þá allavega manneskja til þess að segja fyrir hvað þú stendur annað heldur en vingullin, sko skilurðu, og þannig að ég held að þú veist, þetta með skýrulínunar, ég meina auðvitað, við höfum rétt á öll að hafa okkar skoðun
og þú veist bara það er hljóta fyrir grundvallarmannréttindi. Hættusvæðin alltaf þeim sem vistu ekkert eða þurfi ekki alveg að segja en gera samt eitthvað Já, það náttúrulega stóra fylkingi núna sem að virðist einhvern veginn trúa því að það sé allt í lagi, það sé einhvers konar það megi taka ekki afstöðu og það sé bara allt í góðu. En það er ekki til neitt í heiminum í dag. Það er ekki til neitt afstöðu. Þegar kemur á þessu máli þá er afstöðuleysið er mesta afstæða. Já, það er mesta og hræðilegasta afstæðan. Sko. Afstöðuleysið styður náttúrulega óbreytt ástand. Já, það er akkurat. Sko. Óbreytt ástand í dag er þjóðarmorð. Akkurat. Og óbreytt ástand í dag er að Ísrael stjórnar heiminum. Bara svo áttum okkur á því, sko. Ísrael stjórnar heiminum í dag. Já, gegnum Bandaríki og Bretland. Í gegnum Bandaríki og allar Evrópuþjóðirnar nema Írland og Spánn hafa staðið í lappirnar. Þau er ekki, einhver lönd voru nú að hugsa að fara að taka upp viðurkenna Palestínu. Já, og Spánn ætlar að gera það. Sem við höfum gert. Já, og við það skiptir ykkur máli, hvort við höfum gert það vegna þess að það hefur einhver breytt, við erum bara nákvæmlega eins og hinnir í afstöðunni til þess að máls. Það er vegna þess að fólk sem stýrir þessu landi er ábyrgðarlaust fólk. Það sinnir ekki ábyrgð sinni. Hvorki gagnvart sínum eigin þegnum, né þeim þjóðum sem að það hefur sko sjálfstæði. Þannig er það bara. Já, þetta er búið að gera þá ákvörðun algjörlega merkingarlaus. Hún er algjörlega þýðingarlaus, já, einmitt. Enda, ég meina, þú veist, enda bara fyrir einhver í forsetaframboði, bara, hvort það er, þú veist, bara því það er hérna lagana bókstafur, kemur ekki beinlínis í veg fyrir það með fallagsinni, skilur það að gera það. Ég meina, ef Danir og Svíjar færi nú í stríð út á Skáni einu sinni, hvað verður að taka afstöðu? Nei, ég meina þetta er, sko, þú veist, það skiptir bara rosalega miklu máli að maður láti afstöðu sinni í ljós að því við megum hafa skoðun og þeir eru að segja það að nú séum við að lifa þann tíma að það sem þetta skiptir öllu máli að taka afstöðu. Já. Þetta sé öðruvísi tími heldur var 2014 eða 2004 eða 2094 eða 1984 eða 1974 eða 1964. Þessi hryllingur sem fer fram þarna í Palestínu núna er nú kannski afleiðing. Já, en hann er samt ekki einsdæmi, sko. Það hefur í Súdan og í Rúanda og í það sem kóbaltnámanir eru í Kinshasa það var nú bara í Evrópu fyrir stuttu fyrir bara 20 árum eða eitthvað, sko. Þannig að þetta er ekki einsdæmi, sko. En það sem er samt það er svo margt annað sem er einstakt það sem er að gerast núna, sko. Já. Og það er nú bara saga þjóðarinnar sem að byggir Ísrael, sko, og er þarna í landtöku, sko. Þetta er svo erfitt að horfa á þetta og hafna þessari sögu, sko. Þetta er saga sem að er hún er á heimatorfinu. En Bandaríkin er náttúrulega byggð á landráni. Ég meina öll velmegun Evrópu er líka byggð á landráni, sko. Og bara landar hann annars staðar en heima hjá þeir og það er auðvitað það sama Bandaríkjamenn, þeir eru alltaf til í að fara í stríð bara ekki heima hjá sér, sko. Þetta er svoleiðis þannig að nú ef að Bandaríkjum langar í stríð við Írana þá gera það þarna niður frá það er ekki alveg svíst að þeir langi það þeim langar alltaf í stríð, sko. Og þeir eru skilgreint Íran sem eitt af öxulvöldum hins illa það er alltaf einhvern veginn svona dramatík þetta er alltaf svo Prins Valiant hefti þegar maður er að hlusta á Bandaríkjamenn tala það er náttúrulega bara sama og gildir þeir eru alltaf að berjast við fenjaskrímslin og þú veist að lýsa Hamas hryðjuverkasamtök þú veist sem eru stjórnmálasamtök eða kalla þetta sem á sér stað núna stríð þú veist eins og allar fréttastofur gera þú veist, það er algjörlega óþolandi. Hvað er langt síðan að Palestínu maður hefur varið sig á Gaza með því að kasta steini eða einhver? Ég er ekki viss að fólk hafi kraft til að gera það þar, sko. En þetta heitir stríð. En þetta hefur bara ekkert með stríð að gera. Þetta hefur ekki skapaðan hlut. Stríð er eitthvað sem fer, sko, er lýst að hendur þjóð lýsir stríð og hendur annari þjóð. Það hefur ekki verið gert hér. Herðu, Magastína, við byrjum á þingpöllum. Ertu óvelkomin á þingpalla? Ég trúi því nú ekki. Nei, heldur það? Ég held að, já. Heldur sér búið að setja svona mynd? Ég held nú að þau Ég held að þetta í banni eins og var á skemmtistöðunum í Kanada. Já, einmitt. Nýju menningarnir, þeir máttu nú ekki koma. Máttu þeir ekki? Ég held að, sko, en ég meina, gengur það, ég meina, ég verður bara láta á það reyna.
Af því ég trúi því nú alls. Er þetta stjórnarskrárvarinn réttur? Að fara á þingpalla. Ég meina almenningur má... Já. Þetta er og svo er þetta mjög svona engjarlegt. Eitthvað sé, sagður árás Bjarni. Þú veist, ég var að hugsa, ég myndi að vera breska þingja þar sem fólk öskrar allan sólarhringinn. Það er engin utanakomandi, sko. Nei, en ég segi, þú veist, ef við erum að tala ef þetta er eitthvað truflun, svona, þú veist, svona truflun í samræðin þingmanna eða eitthvað svolítið, þetta er ekki truflun. Þeir taka þetta mjög alvarlega ef að sá sem ekki kjörin á þing að tjá sig Er þá ekki svolítið, þetta er nú dálítið skrítið, sko. Ég meina, í hann þessari lýðræðslegu hann í lýðræðismenginu, sko. Ef enginn má tjási orðið, sko. Þeir með allir tjási sem eru kjörnir á þing. Þeir sem eru ekki kjörnir á þing. Viltu við láta kjósa á þing til þess að ég fara að tjá með hana? Þá getur þú... Þeir mega náttúrulega ekki einu sinni grípa fram. Þá getur þú með fyrirspurn. Já, þetta er þetta svona einhver, ef það er alvöru fundarstjóri í húsfélaginu, þá mátt ekki grípa fram fyrir þeim sem talar og svona eitthvað. En þetta er forvinnilegt, því að sko, í þessu samhengi truflunin tjáningin, sko. Það eru mótmæli. Já, það eru mótmæli. Sjálf truflunin. Hún er tjáning. Hvað sem þú hefðir sagt er alltaf bannað, en það er truflunin í nákvæmlega samhenginu sem að þú ert, sko. Og það er líklega gert ráð fyrir því að ef þú kallar fram að þá vitur afleiðingarnar þér verður vísa út. Kom þeir óvart að þau vísa út? Nei, af því að þingverður var búin að gefa alveg uppáskriftum hvernig var þetta að haga sér, sko. Þannig ég vissi það nú alveg, sko. Það kom mér ekki óvart, sko. En hann Jón vinur minn, 89 hann var steinhissa. Herðu, Magga-Stína og Titti, gaman að fá ykkur að spjalla mótmæli og stöðuna í samfélaginu, stöðuna í heiminum. Takk sem leiðis að við komum. Við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.